Hæ, Guðni hér. Í dag ætlum við að skoða hlut sem heitir stems, eða stem. Og ástæðan fyrir því er vegna þess að við erum búin að fá margar fyrirspurnir það hvernig eigi að búa til remix búta parta fyrir einhvern aðila til þess að remixa. Og stems eru sem sagt bútar úr lögunum ykkar, eða laginu ykkar, svo sem bassalína, trommur, synthalína, eitthvað. Og þið sem sagt veljið þetta fer algjörlega eftir ykkar höfðu hvað þið veljið til þess að láta remixarann fá. En til þess að búa til þessi stems, það er mjög einföld aðferð til að gera þetta. Og núna erum við sem sagt með til dæmis, ég er hérna með trommugrúpu og ég myndi til dæmis vilja að exporta þessari lúpu til þess að láta remixarann fá. Þá myndi ég sem sagt velja hérna svæðið, hlustum aðeins á það. Þetta er sem sagt það sem ég vil láta remixarann fá, þessar trommur. Og þá myndi ég basically, sem sagt, ég myndi basically velja hérna solo á hérna trommu grúpunni. Ef ég myndi þar að segja vilja exporta trommugrúpunni í heild, ef þú myndi vilja niður njörfa þetta eitthvað, þá farið í þú veist, hérna kikki eitthvað sér og solo og það. Og ástæðan fyrir við sólum er vegna þess að þegar við veljum þetta svæði hér, þá hérna, þá tekur bara þessa lúpu, en ef við myndum ekki sóloa, þá myndum exporta öllu hérna inn í þessari lúpu. Svo við ítum á solo og svo förum við hérna í file og export. Og við viljum hafa hérna 44,1 hérna og bitdef 24. Hafa þetta allt á hreinu og no dither. Og þegar við erum búin að þessu, þá getum við bara ítt OK og þá exportar hún sem sagt þessari hérna lúpu. Og þá erum við sem sagt komið trommustem. Svo þetta getið þið gert bara, farið í gegnum allt projektið ykkar og bara valið búta sem þið viljið láta remixarann fá. Og eins og til dæmis með raddir, þá ef þið eru með einhvern vókal yfir allt lagið, þá sko oft gott að exporta öllum vókalnum og dry, þar að segja með engum hérna effektum á og svo exporta öðrum annarri rás þar sem allir effektarnir hérna eru á. Þannig að remixarinn er með bæði, þannig að getur mixa bæði inn. Svo oft hérna biður oft remixarnir MIDI hérna nóturnar. Þannig að þeir geta, þú veist, þeir eru með nóturnar af melodíinu ykkar eða bassalínu eða eitthvað, en vilja setja eitthvað annað sound á það og þá, þú veist, nota eitthvað VST eða hvernig sem það er. Og þá vilja þeir sem sagt fá MIDI nóturnar og það er oft gott sem sagt að láta það fá það og þá basically exportiði hérna MIDI hérna fælnum og það er sem sagt þá fáum við hérna export MIDI clip. Ítið á það og þá fáið þið MIDI klippuna. Þannig að, þú veist, en það fer allt eftir remixaranum. Kannski vill hann ekkert hafa það, en það er oft gott að láta það bara fylgja með. Þá getur hann nota það. Svo er það annað, ef þið eru til dæmis að fara að láta einhvern hljóðblanda lagi ykkar. Það er annað mál. Það er sem sagt mikill misskilningur að mixermaðurinn vilji sem sagt fá audiofælinn, bara eitt audiofæl. Það er ekki rétt. Við viljum sem sagt hann vill fá alla rásirnar. Og það er einföld aðferð til þess að gera þetta og við myndum þá ekki íta á hérna solo export á trommurásinni, solo export á hérna þessari rás, jari. Hins vegar myndum við fara í file, preferences og velja
file X og export fyrirgefðu og farið hérna, hér sjáum við render track og við myndum velja all tracks. Vanalega þetta stilt á masterinn og það þýðir það að hérna live exportar öllu sem fer í gegnum master rásin okkar og þá fáum við bara einn WAV-file sem sem sagt lagið ykkar. En í þessu tilviki ef við myndum vilja exporta fyrir hljóðblöndun, þá myndum við velja all tracks og íta OK og passa að þessar stillingar hérna séu allar réttar. Þessi er 44,1, 24 bit depth og dither, no dither. OK, og þá exportar hún öllum rásunum ykkar separately og þá getur mixermaðurinn fara og hljóðblanda hverju einu rás, þannig að kickið sér, snerinn sér, jari. Og svo þegar mixermaðurinn búinn að mixa og hljóðblanda, þá exportar hann mixinu og þá fáum við einn hljóðfæl og þá farið að mastera. Og þá tekur einhver annar gæi við þessum WAV-fæl og hann masterar þennan WAV-fæl og það í rauninni síðasta skrefið í keðjunni. Þannig virkar þetta.